Já, þá var það næsta myndbrot, dæmi sem ég er með, það er, þetta snýst siðferði á netinu og þarna er síða sem ég var bent á ráðstefnunni, sem ég fór á. Síðan heitir Not in the Kitchen Anymore, sem svona ögrun til kvenkyns spilandans þegar hún kemur inn, kvenkynsspilarinn þegar hún kemur inn í leikjaherbergið að þá þessu slengt framan í hana. Hún sé flúin úr eldhúsinu og ég er með mjög sláandi dæmi sem þetta er saga af konu sem fer í fyrsta skipti inn á leik sem heitir Call of Duty og er svona stríðsleikur og þetta hefur verið tekið upp og textin fylgir með og við skulum hlusta á þetta og sjá hvað gerist á 30 sekúndur. Ég vona að þetta virki. Jenny, have you played with Tesla Coil before? No, I don't think so. It's my brother Alex. Oh, okay. Hi. Billy was on earlier too, but he had a girl. Do you have a girl character? I think so. Ooh, that's nice. It starts off default. After I kill you, I'm gonna be a necro and rape your mommy. Wow. Oh my goodness. Big fucking loser. Oh yeah. Let you get all the ladies. I'm a bigger loser than you think. Þarna fylgir náttúrulega sígild firring með, það er allt grín og menn geta fallið sig á bak við það. Hvað svona dettur ykkur í hug sagan sem fylgir með þessu er svo að þarna er hún að í fyrsta skiptið að fara inn í svona samfélag, svona leikja, svona online herbergi. Já, en þarna hafa nemendur bent mér á að þegar þú ert nýliði, þegar þú ert nýbyrjandi, þá þarftu að þola nokkrar kaldar tuskur framan í þig og þú þarft að aðeins að, ég meina, er ekki busun, er það ekki viðtekið í flestum framhaldsskólum landsins? Ég held að það var draga sem þú voru í. Já. Ekki voru það nemendurnir sem gerðu það? Nei, það var ekki nemendur. Það voru nokkuð tilvík þar sem í nokkrum skólum þar sem nemendurinn tók svolítið fyrir. Já, það var eitt skólum. Það er að gera svona aðeins sem voru ámælisrætt. Já. Svo eru, sem sérstaklega niður í skólum og reynda að gera þetta svona milda ástand eða dreifir úr og reynda að búa til nýja hefðjar. Það byggir ekki á þessu gamli nýja húin. Þarna sem vildi ég bara draga fram hvort þetta væri eitthvað sem ætti bara við þetta netumhverfi eða hvort þetta væri bara eitthvað sem að þekkist bara í raunheimum. Að það er illa út í Já, eða svona Örugglega fyrsta. Já. að þessi mörgandans á vinnuskólum. Þetta er alltaf ansi svæsir en samt, jú, ég held að það komi fyrir og jafnvel að það sé eitthvað til staðar yfirleitt fundi svolítið fyrir að maður þurfi allavega sem nýlið eða maður fái svolítið á tilfinningum, maður þarf að sanna sig, maður þarf einhvern veginn að vinna sér inn þessa virðingu, eins og við vorum talað um áður og það gerist með ýmsum hætti. Ég var að setja annir það, að nýlega það reyndi að gera það. Það er bara verið sagt við það, þú þarft ekki að samla þig hér, við lítum þetta allt saman, við erum að gera þetta í 2 ár og við erum að, það er ekki til nógum að leggja. Ég sé svoleiðis að setja það svona. Þeir eru út í skólastarfinu. Ég velti fyrir mig, ef ég tali til dæmis af þessum ágæða herramanni sem var í þessu tóndæmi
og maður spyrði hann sko, myndir þú segja svona við frænku þína eða myndir þú segja svona þegar mamma þín heyrði til að já, en sko, hann geti alveg eins snúið sig við og sagt sko, þú veist ekkert hvað grín við erum með eða þú skilur þetta ekkert og ég er ekkert, sko, það er bara mín ímyndun að því að mér finnst að hann ætti að skamma sín, það er bara mín ímyndun að hann yfirleitt gerði það og það þarf ekkert að vera, hún finnst þetta bara vera aðsnaðlega spurning af því að ég skil ekki þetta rými sem að hann upplifir sig í og það er alltaf þessi greinamunur og fína lína sem að við getum ekki einu svona fest hendur á eða sagt af hverju hún sé þarna. En hann er alltaf svona að uppfyrir sjálf sig og skapa sér einhverja yfirburðastöðu. Þannig að strax, þannig að, þú veist, Terri svona að skelfa hérna viðkomandi nýlega. Það er bara einhvern veginn á stuði. En það er sko, ég meina, er þetta sko eðlilegt norm að reyna að viðhalda einhvern svona valda strúktur sem að þetta sko sig undan? Er þetta bara eitthvað svona svakalega mannlegt og sem er þannig innréttað þetta er að gera þetta? Af því að nýhugsun og nýlega verður svona, getur verið svona opnið við þína stöðu. En maður líka hugsa kannski, á maður að taka inn í myndina nákvæmlega þetta sko að þarna er á vissan hátt svona ákveðið að fara fram í óraunveruleika í heimi sem að þannig að maður ekki að nota hugtök, maður ekki að segja í rauninni eitthvað óraunverulegt eða allavega þeir skynja það. Nú til dæmis ef einhver myndi koma og segja sem sagt að það mætti ekki skrifa eitthvað svona í skáldsögu þá er það rit sko það finnst okkur neikvægt út af því að þarna erum við að reyna að gera eitthvað sem að er partur af því að byggja upp þennan ímyndaða heim sem við sköpum í þessu samhengi sem að bókin er þetta álíka? Við höfum hugmyndir skoðana og tjáningafrelsi sem gengur út af það að hver og einn stendur og fellur með því sem hann segir. Og en það sjónarmið náttúrulega, eða svona að misnota það sjónarmið tóast á við þessa hugmyndum virðingu og virðingarleysi. Já, við erum búin að fjalla virðingu og við erum búin að fjalla einhvers konar þrá eftir hinu góða, hvað svo sem hið góða er. Og sko það sem að ég fæ út úr þessu er að við getum alltaf að minnst kosti sæst á að öll eru við manneskjur. Og við eigum í samskiptum og við notum okkur þessa ólíku miðla og þessi mismunandi rými og gerum ýmislegt sem við gerum af því að við þykjumst eða svona vonast til að komast upp með það og við sko öll höfum við fyrirmyndir og öll erum við fyrirmyndir og það er spurning með þessar kynslóðir núna sem að muna bara eftir tilvist netsins, muna ekki eftir heiminum eins og hann var áður að hvort að alveg eins og virðing er ekki eitthvað eitt og þá það út af þessu að þá er það kannski þá hafa í leiðinni sko ýmis svona hugtök hafa líka bjagast og ýmsir svona samskiptamátar og
bara það allt sem við trúum á og það sem við komum okkur saman sem við erum hérna í samfélagi til að byggja upp.